Já, Júlía, þú ert byrjuð með námskeiðin í Punktunum. Segðu mér frá þessu námskeiðum og byrjar í dag. Já, þau voru að byrja í dag og þetta eru víravirkisnámskeið. Það sem sagt íslenski þjóðbúningurinn eða íslenska þjóðbúningasilfrið og maður er að kynna það fyrir almenningi, leyfa þeim að pröfa og þetta er rosa vinsælt og mikil aðsókn, þannig að það er alveg fullt af öll námskeið. Já. Og hvaða fleiri námskeið eru hérna næstu 2 vikur? Það er mjög mikið úrval hérna á Punktinum og þeir eru að kenna gler og leir og smíðar og svo er ég með þetta víravirki og er að taka núna törn. Það sem við sáum hérna í morgun, getur þú lýst aðeins fyrir mig hvað þau voru að gera? Þau voru að byrja að gera hálsmenn, þau gera lítið blómahálsmenn og þau voru að forma grindina og eru svo núna að byrja að setja munstrið innan í og eiga svo eftir að gera fleiri skref. Þetta er mikil nákvæmnisvinna. Já, þetta þarf mikla þolinmæði og þú þarft að hafa gríðarlega þolinmæði og þú þarft að vera mjög jákvæður líka þegar þetta dettur allt upp úr og þá þarft að vera jákvæður og byrja að setja þetta allt onni aftur. Og þú þarft að hafa góða sjón, sýndist mér? Já, það skiptir svolítið miklu máli og oft margir konur með gleraugu framan við gleraugun sín til að sjá þetta betur. Ég var heppin, ég er með alveg einstaklega góða sjón, þannig það bjargar. Og þú sjálf, þú ert hvað, gullsmíðameistari? Já, ég er gullsmíðameistari og er núna að læra að taka kennsluréttindi fyrir iðnmeistara. Þannig ég verð vonandi orðin alveg fulllærð. Já. En í hverju felst þitt starf svona, hvað er sem þú ert að gera svona helst? Ég sérhæfi mig aðalega í þessu víravirki og er að smíða mikið á þjóðbúningin eða upphlutinn og geri við, þríf og smíða inn í ef það vantar. Það er rosa mikið gömlu silfri sem er orðið bilað eða er óhreint eða stundum vantar inn í og þá er ég að smíða. Svo eru líka mikil vakning í þjóðbúningnum þannig að það eru margir að sauma sér og það vantar silfur. Og mikill áhugi fyrir þessu núna. Svo eru það uglurnar, segðu mér aðeins frá þeim. Já, uglurnar, það er búið að vera svo mikið uglæði hérna á Íslandi og ég er búin að sjá mikið af teikningum, fallegum teikningum á netinu og svona og mér fannst alveg upplagt í sumar að setja ugluna í þjóðbúningin og hún varð svona ægilega vinsæl þannig að ég hef verið að gera uglur alveg fram og tilbaka og ég gera það þannig að það er engin eins og ég vil alls ekki smíða neinar 2 eins þannig að þær hafa alla sinn karakter og sinn eigin þjóðbúning. Og þessi hálsmenn renna út? Alveg, eins og heita lumur og líka bara gaman þetta að fólk sé að fatta að víravirki og þessi hefð okkar Íslendinga þarf ekki að vera bara á þjóðbúningnum heldur getur líka verið tísku í fyrirbrigði eða bara hálsmun og eyrnalokkar til að nota dagsdaglega eða á fínum böllum eða hvað sem er. Þetta hefur svolítið verið fast bara á þjóðbúningnum. Það er rosa gaman að sjá hvað fólk er opið fyrir því að vilja nota þetta líka með einhverju öðru. En þú vinnur sjálfstætt og er svo með heimasíðu? Já, ég er með heimasíðu sem heitir jules.is vefverslun sem sagt. Svo er ég með Facebook síðu þar sem að ég er aktív og setja inn fullt af myndum og fólk hefur gaman af. Og ég voru mikið að setja inn alveg þegar ég byrja að smíða, þegar ég er hálfnu og þegar ég er búin. Þannig að fólk fái svolítið að fylgjast með og það sér að þetta er handsmíðað. Þetta er ekki fjöldaframleitt eða steypt. Af því að handbragðið má ekki gleymast þó að tækninni sé að fleita fram þó að þrívítaprentaranir og allt þetta séu komnir að það má ekki hitt gleymast þó að þrívítaprentaranir séu frábæri líka. Og hvað tekur svo við þegar þú ert búin að mennta þig í vetur? Þá vonandi kem ég aftur til Akureyrar og ef allir stóru draumarnir ganga upp þá verð ég komið með verslun og þannig að ég geti verið hérna á Akureyrinni minni.